Ljósið, endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda, fær á næsta ári 200 milljónum króna minni fjárframlög en í ár. Kona sem greindist með krabbamein fyrir 2 árum segir Ljósið hafa hjálpað sér aftur út í samfélagið. Yfir 1000 manns hafa verið tekin af lífi í Íran það sem af ári. Baráttukona frá Íran segir svo margar konur ögra stjórnvöldum með því að bera ekki slæðu að lögregla ráði ekki við að handtaka þær allar. Snorri Másson nýr varaformaður Miðflokksins. Hann hlaut afgerandi kosningu í embættið í baráttu við Ingibjörgu Davíðsdóttur. Nýtt landamæraeftirlitskerfi var tekið í notkun á Keflavíkurflugvelli í dag. Aðstoðar yfirlögregluþjónn kallar það byltingu. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, í opinberri heimsókn til Kína. Forsetinn fékk höfðinglegar móttökur við komuna til landsins. Gott kvöld. Fjárframlag ríkisins til Ljóssins, endurhæfingarmiðstöðvar fyrir krabbameinsgreinda, verður á næsta ári 200 milljónum króna minna en í ár. Framkvæmdastýra Ljóssins óttast að skerða verði stórlega þjónustu til þeirra sem þangað sækja. 1700 manns sóttu endurhæfingu og stuðning til Ljóssins á síðasta ári. Að jafnaði nýta sér 600 manns á mánuði þjónustu þess. Aðsókn hefur aukist mikið á síðustu árum og líkur á að svo verði áfram þar sem æ fleiri greinast með krabbamein hér á landi. Ljósið fékk á síðasta ári 195 milljóna króna auka fjárframlag fyrir starfsemi sína eða 474 milljónir alls. Þetta því 40% skerðing milli ára. Allstaðar þar sem við komum og það sem við segjum frá starfseminni, þar mætum við skilningi, finnst okkur, en það endurspeglast ekki því fjármagni allavega sem verið að bjóða okkur núna þetta árið eða næstu árin og ég vil bara skora á yfirvöld og ég trúi því að þau gera eitthvað til að Ljósið fái að lifa áfram, ekki slökkva logan. Erna segir að verði þessari ákvörðun ekki breytt blasi niðurskurður við. Það sé mjög slæmt fyrir þá sem greinast með krabbamein því hvergi annar staðar fái fólk slíka allsherjar endurhæfingu. Hagkvæmnisúttekt sem gerð var í fyrra sýni að starfsemin skili að minnstakosti milljarði inn í þjóðarbúið með því að veita þjónustu sem annars væri ekki í boði. Við höfum hannað Ljósið þannig að við höfum ekki verið með biðlista, heldur gripið fólki strax bara í áfalli, beint frá lækninum og það það sem við viljum gera áfram, en við þurfum náttúrulega fjármagn til þess. Kona sem greindist með brjóstakrabbamein fyrir tæpum 2 árum og hefur ásamt fjölskyldu sinni nýtt sér starfsemi Ljóssins, segir þjónustuna hafa verið ómetanlega. Þar sé hún hluti af samfélagi sem hún getur speglað sig í reynsluheimi sem enginn vill þekkja. Við hjónin voru spurðaði daginn hvort okkur þætti heilbrigðiskerfið hefði gripið okkur og jú, heilbrigðiskerfið greip okkur læknisfræðilega en það var Ljósið sem greip okkur andlega og líkamlega og félagslega og þetta eru þættir sem skipta rosalega miklu máli þegar stefnan er tekin aftur út í atvinnulífið og bara út í samfélagið og vera manneskja aftur. Áslaug segir að tíminn í Ljósinu hafi markað vörðurnar út í lífið aftur. Það sé auðvelt að leyfa myrkrinu að taka yfir og sökkva niður í vonleysi. Það sem gerist þegar maður greinist með krabbamein að svona þægindarhringurinn minnkar svolítið, maður langar til að bara vera inn í ykkur í púpu og bara, það voru dagar þar sem ég treysti mér ekki einu út með son minn, en hérna í Ljósinu þá er alltaf verið að reyna á þig, þú ert alltaf að finna hvað þú getur, það er alltaf verið að byggja þig upp og það þýðir að leiðin aftur út í samfélagið, hún verður bara styttri og það er rosa góð tilfinning að hringi Sjúkratryggingar og segja ég þarf ekki pening frá ykkur lengur því ég er fann að vinna. Skilaboð Áslaugar til ráðamanna eru skýr. Krabbameinslæknirinn spurði á fyrsta degi hefur að leita til Ljóssins, þér er beint hingað og þetta er algjörlega einstakt tilboð og ég bæði bara sálarlega og efnahagslega, þetta áhrifin sem Ljósið hefur eru rosalega víðtæk og vanmetin. Það eru töfrar sem fara fram í þessu húsi og við viljum ekki sjá það hverfa. Vopnahlé á Gaza heldur enn. Byrjað er að hreinsa rústir og yfir 100 lík hafa fundist. Trukkum með neyðarvistir var hleypt inn á Gaza í morgun. Eftir margra mánaða skort á mat, vatni, lyfjum og öðrum nauðsynjum hefur flutningabílum loks verið hleypt inn á Gaza. Þessar myndir voru teknar í borginni Khan Yunis á suðurhluta Gaza í dag.
Samkvæmt samkomulagi vopnahlé verður neyðaraðstoð áfram hleypt til stríðsráðra Palestínumanna. Stór hluti Gaza í rúst eftir linnulausar árásir Ísraelshers síðustu 2 ár. Byrjað að hreinsa rústirnar og í þeim hafa 117 lík fundist. Yasser fann ættingja sem hefur verið saknað í 5 mánuði. لقيناهم يعني في فوقيهم بعض الردم والركام وقمنا بانتشالهم جثث متحللة بعض يعني في جثة كاملة وبعض الجثة الأخرى يعني أجزاء منها لقينا. Ætlunin að snemma í fyrramálið láti Hamas lausa þá 20 gísla sem enn eru á lífi og að eftir það láti Ísraelar úr haldi 2000 Palestínumenn sem haldið í fangelsum í Ísrael. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, væntanlegur til Ísraels seint í kvöld eða í nótt. Hann situr einnig fund 20 þjóðarleiðtoga í Egyptalandi á morgun þar sem rætt verður framtíð Gaza. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var sjálf kjörinn formaður Miðflokksins á landsþingi flokksins í dag. Hann var einn í framboði en mesta spennan var í slagnum embætti varaformanns þar sem 2 þingmenn flokksins, Ingibjörg Davíðsdóttir og Snorri Másson, buðu sig fram eftir að Bergþór Ólason dró sitt framboð til baka. Þar hafði Snorri betur með 136 atkvæðum gegn 64 atkvæðum Ingibjargar. Snorri Másson því réttkjörinn varaformaður Miðflokksins. Ár síðan Snorri gekk til liðs við Miðflokkinn og leiddi lista flokksins í Reykjavík suður fyrir alþingiskosningarnar í fyrra. Hann fyrsti varaformaðurinn frá því embættið var aflagt fyrir 5 árum. Hann segir að hlutverk sitt sem varaformanns verði að gera Miðflokkinn að skipulegri fjöldahreyfingu þar sem markmiðið að leiða flokkinn í ríkisstjórn. Það sannarlega verk að vinna í íslensku stjórnmálum. Erfitt ein leið til að lýsa en einfaldlega mikið verk framundan og við erum að glíma við aðra rótgróna stjórnmálaflokka að fá almenning til að treysta okkur og ég finn á mér núna að fólkið mjög mikill hópur og í sífellt stækkandi hópur kannski ekki jafn vel og áður að finna sig innan þessara gömlu hreyfinga og sumir finna sig hjá okkur, aðrir að koma aftur til okkar. Þannig að það sem ég vildi kannast við að þetta verður ekki einfalt en þetta mögulegt og við ætlum sannarlega að gera þetta. Nýtt landamæraeftirlitskerfi var tekið í notkun á Keflavíkurflugvelli í dag. Með því fingraför og andlitsmyndir fólks utan Evrópska efnahagssvæðisins og Schengen skráð með rafrænum hætti við komu og brottför. Aðstoðaryfirlögregluþjónn kallar þetta byltingu. Innleiðing á nýja kerfinu sem kallast Entry-Exit hófst í dag í öllum Schengen-löndum samtímis. Upplýsingarnar flytjast inn í miðlægt kerfi og landamæraverðir geta brugðist samstundis við frávikum. Við erum í betri stöðu að geta fylgst með hverjir að koma, hverjir að fara og hvað dvelja lengi inn á svæðinu. Entry-Exit mun líka sjá til þess að aðilar sem ætla að komast inn á þessum fölsum skilríkjum munu ekki ná að gera vegna þess að kerfið að safna lífkennaupplýsingum og þetta mun líka tryggja það að þeir aðilar sem eiga til dæmis fengu brottvísun endurkomubann geti ekki komið aftur inn á Schengen fyrir en það sé búin að aflétta þeirri brottvísun. Standardnir sem búið að koma upp á Keflavíkurflugvelli virka í raun eins og landamæraverðir sem skrá niður farþegana. Hún kemur núna að kassanum og velur tungumál. Svo upplýsingar í raun að það sé verið að safna persónuupplýsingum og lífkennaupplýsingum viðkomandi og hún samþykkir að hafnar. Ef hún hafnar þá stoppar ferlið, hún samþykkir, það núna raun skannar hún vegabréfið. Ok, flott Þá tekin andlitsmynd og svo núna óskað eftir lífkennaupplýsingum, það að segja að það sé verið að taka fingraför og þetta allt hluti þessari frumskráningu. Ómar telur að þetta muni endurvekja traust fólks á landamæravörslu hér á landi og í raun á öllu Schengen-svæðinu. Með nýja fyrirkomulaginu séu ytri landamæri styrt án þess að hefta för fólks innan svæðis. Þetta hefur þó enga breytingu í för með sér fyrir komu farþega sem eru með íslenska ríkisborgararétt eða ríkisborgararétt innan Evrópusambandsins eða annarra Schengenlanda. Þeir halda áfram að fara í gegnum hliðið eins og hefðbundið Svo margar konur í Íran ögra stjórnvöldum með því að nota ekki slæðu að þau hafi ekki lengur undan að handtaka þær allar. Mjög hefur verið hert að réttindum almennings og dauðarefsingum fjölgað.
Ströng lög eru í Íran klæðaburð kvenna og þær verða að hylja hár sitt með slæðu. Mikil mótmæli brutust út haustið 2022 eftir að ung kona, Mahsa Amini, lést í haldi siðgæðislögreglunar. Síðan hefur fjöldi kvenna hætt að hylja hár sitt og í stærstu borgunum má sjá tugi þúsunda kvenna án slæðu. That is not because the regime has reformed, that's because these women are unstoppable. Despite brutal crackdowns and a new hijab law that basically enforces the hijab even more, punishes women even more, even punishes people who do business, open their businesses and serve women who are defying the compulsory hijab. Even they get punished. Nazanin Boniati var hér á landi á dögunum og hélt erindi á árlegri friðaráðstefnu Höfða friðarseturs. Hún þekkt leikkona og baráttukona fyrir mannréttindum. Hún fæddist í Íran en foreldrar hennar flúðu með hana til Bretlands stuttu eftir að klerkastjórnin tók völdin. Despite these crackdowns, women continue to resist. And the regime just doesn't know what to do anymore. And it's not changing the regime. These laws to keep them in power, that's essentially what they do is they care more about their political survival than the welfare of the Iranian people. Stjórnvöld hafa komið upp andlitsgreiningarkerfum til að bera kennsl á konur sem fylgja ekki lögunum og hægt að tilkynna brot á lögum klæðaburð í gegnum sérstakt app. Þrátt fyrir að sífellt fleiri konur bjóði stjórnvöldum byrgin hluti þeirra handtekinn. Boniati segir einnig dæmi að bankareikningar kvenna séu frystir, bílar þeirra gerðir upptækir og að erfitt geti verið fyrir þær að fá vinnu. But the difference is that there's so many of them now that to get them all would just literally be impossible for this regime. Hvergi í heiminum eru jafn margar aftökur á vegum stjórnvalda og í Íran. Það sem af þessu ári hafa yfir 1000 manns verið teknir af lífi. Eftir mótmælin 2022 hafa yfirvöld þrengt enn meira að frelsi borgarana. Meðal þeirra sem hafa verið líflátnir eru þeir sem andmæla stjórnvöldum og fólk sem tilheyrir minnihlutahópum. And this is extremely troubling in a country where there's no due process, there are no fair trials, there's systemic impunity, and we really need the eyes of the world to be on this issue, and we need political repercussion for the Islamic Republic for killing innocent civilians. Þá fyrir við til Kína því heiðursvörður og hópur kínversks fjölmiðlafólks beið eftir Höllu Tómasdóttur forseta Íslands þegar hún kom á samt föruneyti til Peking í Kína í dag. Í för með Höllu Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra en þær verða báðar á kvennaráðstefnu sem haldin á vegum kínverskra stjórnvalda og UN Women. Á þriðjudag fundar Halla með forseta Kína og á miðvikudag heldur hún til Shanghai þar sem hún situr fundi með leiðtogum borgarinnar og fulltrúum íslenskra fyrirtækja. Á Suðureyri framleiða 2 úkraínskar konur krem og smyrsl eftir þarlendum uppskriftum. Í vörurnar nota þær plöntur og kjarnaolíur úr íslenskri náttúru. Hún gera náttúrulegt snyrtivörur hérna og svo smyrsl og andlitskrem. Þessi uppskrift bara gömul uppskrift frá Úkraínu. Í vörurnar nota þær plöntur sem þær safna kringum Suðureyri, bívaks og olíur. Anastasia og Irina hafa báðar búið á Vestfjörðum síðan stríðið í Úkraínu hófst. Hvernig hittist þið? Það var úkraínsku kvöld á Ísafirði. Irina hún eldaði mat fyrir þessi kvöld og ég var í þjóðbúning. Í kjölfarið hittust þær á Fablab á Ísafirði þar sem hugmyndin snyrtivörurnar kom upp. En hún sagði, nei, það of erfitt hérna, ég veit ekki hvernig bara taka allt saman og ég sagði, það ekkert mál, bara byrjum og gerum bara pínulítil fest og skref eftir annars. Irina hafði unnið við þrívítarhönnun í Úkraínu og á vinnustofunni má sjá þess merki. Þær nota bíflugna afurðir í snyrtivörurnar og ýmislegt annað. Prófum bara að nota allt frá náttúru á Íslandi. Steypið þið þessi kerti hér? Já,
og það var meira, eitthvað svona. Anastasia og Irina eru farnar að undirbúa jólavertíðina og segja náttúrulegar vörur tilvaldar í jólapakkan. Að prófa eitthvað frá landinu sín og ekki kaupa eitthvað, veit ekki, í Reykjavík til dæmis. Ekki Reykjavík, bara Suðureyri. Bandaríska leikkonan Diane Keaton látin, 79 ára að aldri. Keaton var margverðlaunuð fyrir verk sín en leiklistaferill hennar spannar yfir 50 ár. Diane Keaton var fædd í Los Angeles árið 1946 og skaust upp á stjörnuhimininn við upphaf 8. áratugs síðustu aldar með hlutverki sínu í Guðföðurmyndunum. Þekktust hún eflaust fyrir titilhlutverkið í Annie Hall en fyrir það hlaut hún Golden Globe og Óskarsverðlaun árið 1977. Bye. Til viðbótar við það var Keaton þrívegis tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir kvikmyndirnar Reds, Marvin's Room og Something's Gotta Give. Ein vinsælasta mynd Keaton gamanmyndin The First Wives Club frá 1996 en þar lék hún ásamt leikonunum Goldie Hawn og Bette Midler 3 fyrrverandi eiginkonur í hefndarhug eftir að verið kastað fyrir róða fyrir yngri konur. Keaton fékkst einnig við leikstjórn og leikstýrði meðal annars þáttum í þáttaröðinni Twin Peaks og kvikmyndinni Unstrung Heroes sem hlaut verðlaun á Cannes kvikmyndahátíðinni árið 1995. Keaton var ekki síst þekkt fyrir sérstakan stíl sem einkendist af víðum jakkafötum og barðastórum höttum. Norðurljósa flugvél Icelandair Hekla Aurora fór í sína hinstu ferð í dag. Farið var í sérstakt kveðjuflug þar sem flogið var í lágflugi yfir nokkra náttúruperlur Íslands. Flugvélin sem skreytt norðurljósum bæði að utan og innan af gerðinni Boeing 757 og elsta flugvél Icelandair. 757 vélar flugfélagsins eru smám saman að víkja fyrir Airbus flugvélum og stefnt á að þær verði allar teknar úr notkun eftir 2027. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það var hlýtt norðan og austanlands í dag og hámarkshiti náði yfir 20 stigum í báðum landshlutum. Það verður áfram milt á landinu fyrir hluta komandi viku þó það sé nú ekki víst að álíka hitatoppar mælist. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta býr sig undir krefjandi viðureign við stórlið Frakklands. Liðin mætast á Laugardalsvelli á morgun. Heimir Hallgrímsson mætti Portúgal ásamt írska karlalandsliðin í fótbolta þar sem Írarnir voru grátlega nálægt stigi. Og við lítum við í Úlfarsárdal þar sem Framarar búa sig undir Evrópuleik gegn Porto. Þar hefur handboltamaðurinn Rúnar Kárason ýmsa hatta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir andartak. Það ætla að rifja það sem var helst í þessum fréttatíma. Ljósið endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda fær á næsta ári 200 milljónum króna minni fjárframlög en í ár. Kona sem greindist með krabbamein fyrir 2 árum segir að ljósið hafi hjálpað sér aftur út í samfélagið. Yfir 1000 manns hafa verið tekin af lífi í Íran það sem af ári. Baráttukona frá Íran segir svo margar konur ögra stjórnvöldum með því að bera ekki slæðu að lögregla ráði ekki við að handtaka þær allar. Snorri Másson nýr varaformaður Miðflokksins. Hann hlaut afgerandi kosningu í embættið í baráttu við Ingibjörgu Davíðsdóttur. Nýtt landamæraeftirlitskerfi var tekið í notkun á Keflavíkurflugvelli í dag. Aðstoðar yfirlögregluþjónn kallar það byltingu. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, í opinberri heimsókn til Kína. Forsetinn fékk höfðinglegar móttökur við komuna til landsins. Þessi fréttatími þá á enda en fréttastofan stendur áfram vaktina á RÚV.is. Við kveðjum í kvöld með myndum frá Skarðsvita á Vatnsnesi sem Kristófer Óli Birgisson tók á dögunum. Þökkum ykkur samfylgdina helgina, verið þið sæl. Samt aldrei hugsa mig til þín. Sátum föst í sama hugarfari. Á RÚV í kvöld. Þjóðlegt kannski